Atkvæðagreiðsla fjárlagafrumvarp næsta árs að lokinni annarri umræðu stóð í rúmar 3 klukkustundir á Alþingi í dag og nýlokið. Heiðar Örn, ríkisstjórnin í einhverjum vandræðum með að koma fjárlagafrumvarpinu í gegnum þingið? Já, það liggur þetta fyrir að stjórnarmeirihlutinn, það hefur kvarnast mjög úr honum og hann nú eins tæpur og hugsast getur. Þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu hafa náttúrulega gagnrýnt niðurskurð í velferðarmálum harðlega og það ljóst að margir þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu binda vonir að frumvarpið eigi eftir að taka breytingum, talsverðum breytingum, fyrir 3. umræðu í næstu viku og stuðningur þeirra við frumvarpið væntanlega skilyrtur við það. En eru tengsl á milli fjárlagafrumvarpsins og þessara yfirvofandi breytinga á ríkisstjórninni? Já, óhjákvæmilega, meðan að meirihlutinn svona tæpur hefur eða getur hver stjórnarþingmaður fellt frumvarpið og þar með ríkisstjórnina og það því ljóst að ríkisstjórnin mun ekki rugga bátnum með slíkum breytingum fyrir en að Alþingi hefur samþykkt fjárlögin. Takk fyrir það. Það aðal ábyrgð stjórnarliða að klára fjárlögin. Deilur önnur mál verður að leggja til hliðar þangað til að fjárlög eru komin í höfn. Það áríðandi að fara aftur vel yfir heilbrigðis- og velferðarmálin á milli 2. og 3. umræðu og leita allra leiða til að hlífa þjónustunni. Ég vil skoða þetta vel áður en til 3. umræðu kemur en ég mun greiða atkvæði með frumvarpinu nú enda flestir liðir þess til hækkunar frá upphaflegum drögum. Almennt séð veldur mér þar sárum vonbrigðum það niðurskurðurinn inn að beini í velferðarkerfinu og hinir fjölmörgu opnu tékkar, óskýrðu opnu tékkar sem að frumvarpið felur í sér.